verði. Húsasmiðja fyrir þig. Já, komið sæl. Við erum komin vel á veg með októbermánuð og hitatölur enn með ágætum getur sagt. Allan þar svona í herralægi og skriðu í rúm 16 stig hér vestanlands í dag. Það sunnanátt í háloftunum og yfir landinu og nú svona að gefa af sér þessa mildu sunnanátt, þessa mildu vinda. Og þannig verður nú staðan hjá okkur að mestu leyti næstu daga því að við erum með eins og klukkan 18 hér í dag lagð hér vestur af landi, sterk fyrirstöðuhæð hér yfir Bretlandseyjum og ef við keyrum hreyfimyndina þá sjáum við að þetta mynstur verður nú svona nokkuð svipað áfram, nokkuð skörp lagð hér suðvestur af landinu en hún mun nú ekki koma neitt við sögu sem heiti getur hér hjá okkur. Mun síðan smá sem að grinnast þegar líður á næstu daga. Og við sjáum hér á hitasviðinu hvernig þessi sunna vindar að bera með sér þetta hlýja loft hér inni við landið og við sem að fá álíka hámarkshitatölur þá á næstu daga, allan svona fram í miðja viku. Og við komum hér á nærsvið og sjáum að þótt að sé nú hlýtt hjá okkur þá nú svona verið kannski ekki spennandi að öðru leiti, það að mestur leiti skýjað og hefur verið í dag og ég slitur oft úrkoma víða land og sérstaklega sunnan og vestan til og strekkingsvindur í þessu sem að svona gefur síðan svona smá saman eftir þegar líður á sérstaklega á nóttuna og morgundaginn. Við sjáum að getur ringt nokkuð duglega hér vestan til í nótt en það slaknar síðan á þrýstisviðinu þegar líður á morgundaginn. Og vindur því orðið nokkuð spakur eftir hádegi á morgun eins og við sjáum hér á vindatölunum. Hvað varðar úrkomu að þá hér belti sem að nær frá Tröllaskaga og hér að suðuróta landsins. Þar getur ringt nokkuð slitrótt, svona trosnuð skil getur við sagt en skýja með köflum að öðru leiti, jafnvel svona bjart veður víða hér á norðausturhorninu og við búið að hámarkshitatölur mælist þar á morgun og svona gæti jafnvel farið þetta 17-18 stig. Og hæglætisveður þegar líður á morgundaginn úrkomu lítið síðla dags og jafnvel bjart viðri nokkuð víða. En það mun síðan draga fyrir aðfaranótt mánudags því að þá kemur næsti bakkin með slitrótt og úrkomu sem að nær hér verður svona fyrst að gera sér gildandi þá á suðvestur og vesturlandi. Þetta ekki mikið né lengi samfelld en nokkur gjóla sem að fylgir þessu þó og hvað var að hitatölur svipað minnstur og fyrir morgundaginn þar að segja á mánudaginn getum alveg séð þetta 17-18 stig á norðausturhorninu en annars öðru hér sunnan og vestan til á landinu 10-12 stig nokkuð víða og síðan þróast þetta áfram þá fram til þriðjudags með nokkuð svipuðum hætti áttin verður kannski ef eitthvað þegar líður á þriðjudaginn vestlægari, svona heldur vestlægari, skýjað hér á vesturhelmingi landsins því á þriðjudaginn en bjartara þegar austan dregur og hiti svona í kringum 10 stigin hér á vesturhluta landsins en nærri 15 stigum þá þegar austan dregur og þetta ætlar að halda síðan áfram á miðvikudaginn en svona hitatölur kannski eitthvað að fara lækkandi þegar komið svona langt fram í vikuna. En í Evrópu þá á meginlandinu þá sjáum við að það eru lægðir hér yfir norður Rússlandi og þær eru að draga hér kallloft til suðurs, lækkandi hitatölur til og með í Helsinki undir 10 stigum þar á morgun. Hæðasvæði yfir Bretlandseyjum og það tegir sig hér til suðausturs því víða flott veður á þeim slóðum og svona sæmilega hlýtt með ástíma. Og sólríkt, viðbúið að það verði skúraleðingur, jafnvel þrumuveður til að mynda í Barcelona á morgun en að öðru leyti svona bjartara veður þegar vestar dregur á Íberíuskaganum og hitatölu þar nær í 30 stigum. Nokkuð hefðbundið veður á Kanaríum á morgun, það virðist sem að geti ringt eilítið á sunnanverðri Tenerife-eyju og hvað var að Norður-Ameríku að þá spáð mikill úrkomu hér í suðvesturhluta Bandaríkjanna og getur gert flóð þar, skyndiflóð sem og í norðaustur hlutanum
og annað sem fangar augun í þessu kort að veturinn er svona aðeins að byrja að herja í Kanada og til að mynda spáð að hiti verði við frostmarki í Edmonton og jafnvel snjóu þar tíma á morgun. En við skulum segja þetta gott að vera í dag, verið sæl.